Velkomin að skjánum. Þetta þátturinn Öryrkjaráðið á Samstöðinni og ég heiti María Pétursdóttir og við Ástadís fórum af stað með þessa þætti fyrir 2 vikum síðan. Ásta hefur hins vegar forfallast aðeins, þannig að við ætlum að fá hana Báru Halldórsdóttur til þess að ég ætla að fá hana til að vera með mér eitthvað núna áfram. Velkomin Bára. Hæ, takk. Gaman að fá þig hérna. Þú ert nú búin að vera að gera svona ýmislegt öryrkja tengt. Jú. Og starfa líka, ertu ekki búin að starfa með Tabú eitthvað líka? Ég starfa með Tabú og starfa með PEP að einhverju leyti. Svona algjörlega án þess að ég náttúrulega mishæf, þannig að ég hef svo sem ekki verið að gera neinar. Ég ekkert í einhverjum yfirmannastöðum þar sko, en þetta er svona það sem reynsla kemur úr. Já, einmitt. Svo hefurðu verið, ég hef elt þig eitthvað á Facebook, eða verið Facebook-vinnurinn, og fylgst svona með, þú hefur stundum verið að gera úttektir á aðgengismálum og svona verið í einhverjum fötlunaraktivisma. Já, ég er búin að vera í svona athyglisríkisaktivisma. Ef það kemur eitthvað fyrir mig að ég sé eitthvað sem að mér finnst ekki verið í lagi í samfélaginu, þá nýti ég mér það að ég kann ekki að skammast mín og segi eitthvað á almannafæri það. Og það var náttúrulega sko verra mál í gamla daga sko. Eða þú veist, það tók enginn náttúrulega eftir manni. Svo fór allir að taka eftir manni eftir þennan kaffibolla þarna árið. Eftir klaustrumálið. Eftir kaffibollanum árið, já, einmitt. Mér svona pínu fyndi að segja það. Mér finnst það svona pínu, þetta var svona pínu skrítið mál allt saman. Þannig var svona, já. Já, einmitt. Það er náttúrulega, já, ég meina, já, þú býrð ennþá að því að þú færið athygli út frá því það ekki, sem er náttúrulega bara mjög gott, af því þá getur við látið í þér heyra líka varðandi þessi baráttumál. Jú, svona einhverju leyti sko. Það er svona aðeins búið að minnka eftir að það kláraðist allt sem að svona var réttarmál og eitthvað svona stóttari. En ég hef, þú veist, einhver kvarta með það. Ég er bara búin að vera mjög veik, þannig ég hef ekki neitt meiri athygli að gera heldur en það. Ég verð að reyna að vinna að listaverkefnunum mínum sem falla kannski niður í ár, ég veit það ekki, en vonandi er ég að fá þau samt í, tekst mér að gera eitthvað í sumar, eitthvað svona annan gjörning. Fyrst að allt Ísland ákvað að flytja inn í gjörningin minn frá því í fyrra, þá getum við bara tekið nýjan. Segðu okkur aðeins frá þeim gjörning og hvernig, já, allt Ísland er að flytja inn í hann. Það er aldrei komist í rauninni. Já, ég fer náttúrulega... Og þetta sé ekki til þess að grínast með þetta COVID-dæmi alltaf, þá er þetta samt... Þetta er svona skauplegt samt sem áður, sko, að ég held gjörning þar sem að ég er að sýna fólki fram á það að ég sé svolítið, og margir sem eru langveikir eða öryrkjar, séu stundum voðalega mikið bara svona heima hjá sér með sín veikindi og þegar maður er að dæma fólk út frá veikindunum þá sér maður að dæma það út frá bestu dögunum þegar maður sér það þegar það kemst út og getur verið einhver staðar og eitthvað svoleiðis. Og mér langaði að sýna bara svona hversdaginn af því að ég hef ekki verið þú veist, þetta byrjaði allt saman út frá því að ég var einhvern tímann að spá í því þegar ég var að horfa eitthvað svona duglega í kommentakerfum. Þá var ég að spá í því að hvort að fólki sem væri í þessu kommentakerfum hefðu aldrei séð öryrkja. Svo hugmyndin var fyrst bara, mér langar að sýna þeim öryrkja. Já. Og svo þróaðist það út í það að bara búa til svona örlítið meira, já. Má ég skjóta inn í, það er rauninni, að því þú varst að fá rosalega mikið líka, sko, fáránlegum kommentum að þú bara ættir ekkert að gera það leyft að fara og fengið þér eitt kaffibolla og alls konar svona einhver ömurlega heita komment.
Já, og ég er náttúrulega með svo dýra hárgreiðslu og Með þetta litun dýra hárgreiðslu, já, einmitt. sem að bæði við öll gerð heima hjá mér af mér og syni mínum og Einmitt. konu minni. Þannig ég er ekki svona að opna stofu og ég Já. fékk svona eitthvað, þú veist, ég var með hringa sem að mér þykir vænt sem mér hefur verið gefið af ættingjum og svona sem eru svolítið fallegir, sko. Og ég fékk að heyra það að ég væri hringadrottning. Því að auðvitað á maður að selja náttúrulega allt steini léttara, sko, leið og maður verður fátækur, maður á ekkert að eiga neitt. Já, geta litið vel út eða eitthvað, skilurðu, af því að þú veist, ég á geta farið vel með hlutina mína eða einhver hafi gefið mér eitthvað eða ég hafi safnað fyrir einhverju eða eitthvað. Það er náttúrulega ekkert í boði, sko. Nei. Maður á bara að vera heima og gráta og vera ekki til. Já, einmitt. Já, þetta er svolítið svona, þetta er nefnilega svolítið svona, það er eins og þeir sem hafa ekki upplifað að gangi gegnum veikindi eða hvað það að fara kannski að tímabundna endurhæfingarlífeyri eða eitthvað svolítið. Það er eins og þeir eigi rosalega erfitt með að setja sig í spor fólk sem er bara óvinnufært og örorku. Já, það er líka bara einhvern veginn, sko, eins og það sé alltaf með þessi glerugu bara, aha, þannig er hún öryrkinn að gera eitthvað. Þú veist, það er einhvern veginn aldrei hugsað lengra en nákvæmlega þetta að hvort að fólk þú veist, eins og ég segi þetta með bestu dagana og þetta, ég fekk kommentinu svona frá ættingja, ég sá því að ég var að segja frá því að ég væri að fara, að mér vantaði hjólastól, að ég suma daga vantaði mig hjólastól, ekki alltaf. Og þá fekk ég það komment að hann hefði nú séð mig gangandi eins og hershöfðingja hvílíkt flotta og fína í Kringlunni daginn. Og það var, ég fór í apótek, þannig að ég var rosalega frábær og æðisleg, sko, að í alveg 15 mínútur og ég labbaði inn í apótekið og út aftur og heim aftur, sko. En þetta átti að vera eitthvað sem að hann hafði rosa mikla skoðanir á og ég væri nú bara, þú veist, það er eins og fólk haldi í alveg einhver nenni, seriously, sko, ef einhver nennir því að plata sína örorkubætur og sætti síðan við að vera þar, allt drasli sem fylgir því, bara fyrirgeðu, hann er bara búinn að vinna fyrir þeim launum þá algjörlega, sko. Þú veist, fyrir 240.000 krónum á mánuði, bara mér langar svo mikið að vinna, lifa þannig. En þetta er líka svo mikil einföldun og það er svo margt sem fólk veit ekki með allavega sko, sjúkdóma og fötlun. Þetta er eins og til dæmis það að labba hratt. Nú er ég til dæmis með sjúkdóm sem kemur niður á jafnvæginu hjá mér. Og ég með skemmd í litlahæla sem veldur því að þú veist ef ég loka augunum þá bara dett ég. Ef ég stend þær og eða ef að ljósinu er slökkt eða eitthvað svoleiðis. En það sem að sko, þetta gerir það verkum að það er mikið auðveldara fyrir mig að labba hratt heldur en hægt. Þannig að til dæmis að sko, fara út á bíl og labba í gegnum búð og þá arka ég oft og labba rosa hratt af því að jafnvægið er lélegt. Þannig að það er svona, fólk áttar sig ekkert á allavega hlutum sem að geta verið sko, einmitt, eða maður getur verið í lagi bara í þetta augnablik sem maður fer inn sko. Já, einmitt. Líka sko, svo er maður líka kannski alveg ótrúlega góður í að halda andliti líka eins og það kallast. Já. Að þú veist, ég ef að venjuleg manneskja myndi upplifa dag eins og ég upplifa hverjum einasta degi þá væri hún upp í rúmi undir sæng bara að ég er með flensu, ég get þetta ekki, þú veist, ég er ekki að fara í vinnuna. En svo þegar þú ert búin að vera svona alltaf, þá langar ekki að ræða þetta við hverja manneskju sem þú sérð út á götu. Þannig að ef þú getur þá heldur þú bara andliti og bara já, ekkert það hjá mér sko, alveg í fínu lagi. Og og náttúrulega bara, þú veist, þetta er sko líka, já, eins og segir, sérstaklega erfitt fyrir fólk með kannski svona eins og ósýnilega fötlun með það að gera. En svo er hitt málið að þeir sem eru með ekki ósýnilega fötlun, þeir fá síðan svona annan pakka, þú veist, hjá sér sko, að það er ekki tekið mark á þeim og allt þetta sko. Já, ég veit það. Þetta er allavega. Svo velja sumir að vera með hjálpatæki til þess að fá ekki á sig eitthvað svona þögn sko. Já, ég þekki mann sem gekk mjög lengi alltaf bara með teygjubindi á hendinni.
Og það var ekki, sko, hann var sem sagt, hann er pínu fatlaður í hendina, sést ekki, en hann var með það til þess að minna bara vini og ættingi á það, hann gæti ekki notað hana. Já, Því að fólk bara glemdi því daginn eftir, sko. Já, þetta spes. Já, en þú allavega, þú setur upp hana gjörning eftir að fá allavega svona leiðinda komment. Já, ég var náttúrulega ekki að fá þessi komment fyrst á mig, sko, en svo varu þau náttúrulega komið gegnum Klaustursmálið, en ég aftur á móti hérna, já, það var þarna ýmislegt sem kom í því, en ég fékk þessa hvatningu frá vinkonum minni bara þarna áramótin, hún sagði bara, þú ert búin að tala þessa hugmynd í dálítið langan tíma, og nú allt í einu vita allir hvað þú heitir og eitthvað, viltu ekki bara nýta tækifærið og bara, þú veist, bara ekki hætta að þora þessu ekki, skilur, og bara prófa þetta. Já. Og svo ég ákvaði mitt að velja þennan hérna gjörning, sérstaklega út af því að ef ég yrði veik við að gera hann, þá gæti ég samt framkvæmt hann. Þá þurfti ég bara að liggja kyrr upp í rúminu og vera veik. Af því að við það framkvæma svona hluti, þá náttúrulega verður maður veikur. Og hérna, þannig að ég sagði bara, ok, ég veit að ég get, þú veist, einhvern veginn kannski á styrum eða með aðstóð kert í gegn uppsetninguna, en það eina sem ég þarf að gera í sjálfum gjörningunum er bara að vera þarna. Ég ætti ekki að höndla það. Þú veist. Og þú varst inn í svona hálfgerðu búri? Já. Upp í rúmi, þetta var svona bara eins og herbergið þitt? Já, það var svona svipuð stærð að herbergið mitt er. Og síðan hengdi ég á veggina þarna alls konar svona, þú veist, þessi rosalega skemmtilega pappírsvinur sem maður á alltaf við Tryggingastofnun og alls konar hluti og reikninga og hitt og þetta svona leiðinda myndir og eitthvað, og svo voru myndir af mér upp á vegg í besta ástandi, og svo var ég líka reyndar með komment sem höfðu komið svona rúllandi þarna á bakvið, svona bara úr samhengi, bara það sem að vera að segja hann, að maður sé kerfisfræðingur, maður gæti nú bara ekkert verið, þú veist, það er ekki sens að maður gæti verið, þú veist, bara fatlaður og verið veikur, heldur sko kerfisfræðingur sem er búin að vinna sér áfram í það að fá sem mesta peninga út úr þessu, og allir þekkja sko eitt sem er að svindla á kerfinu. Og hafa ekki hugmynd það, kannski þessi eini sem þeir halda að sé að svindla á kerfinu, sko hefur í raun og veru ástæðu til þess. Eða er nú veikur til þess að, þú veist, sjá ástæðu til þess, skilurðu. Þú veist, það er svona viss veikindi í því að, ég hef heyrt alls konar sögur að ég er bara einhver dópisti sem er heima hjá sér og svo er hann bara á þessu og eitthvað. Og ég þá hugsaði með mér, býttu, hann er virkur fíkill sem að því hann er veikur. Hann er ekki hæfur í vinnu. Jú, hann ætti að vera í endurhæfingu og vera í öllu þessu, en það er ekki rétt að hann sé að ástæðulausu á bótum. Hann er kannski ekki á þeim, það er svona svolítið eins og að það hafi höggvið að þér fótinn og fólk segir, já sko, en þú hjóst að þér fótinn þannig að þú mátt ekki fá bætur. Fattarðu? Þetta er svona, og hérna, og ýmislegt annað náttúrulega skemmtilegt, sko. Þetta, hvað varstu í langan tíma inn í búrinu? 3 sólarhringa. 3 sólarhringa, já. Og þú ert að hugsa að fara, hvað séu, aftur, jafnvel, af stað með gjörning? Ekki svona gjörning, en mjög svipað. Nei, ekki mjög svipað. Sama þema. Þessi, hérna... Það er veikindin í rauninni, í listinni. Já, þessi, hérna, gjörningur hét Invalid, eða öryrki, og hugmyndin var sem sagt svo að þú veist, maður væri í raun og veru fólk eða þú veist, alltaf inn í herbyggi, maður getur ekki tekið þátt í mótmælum eða, þú veist, og ef maður tekur þátt í mótmælum eða, ég meina, hvað fyrir ég verkfall eða hvað skilur til að ekki athygli á mér. Og hérna, og hvernig maður væri svona einmitt, bara svona rödd manns heyrist ekkert og þegar hún heyrist þá er verið að ráðast á að mann fyrir það að hafa 8-3 daga til að geta gert eitthvað. En svo er ég að fara að gera gjörning vonandi í sumar sem byggist meira á þessu að það sjást ekki veikindi utan á mjög mikið af fólki. Og hérna, hann á að heita Invisible.
mér finnst ég vera orðin rosa klár eitthvað, nú ætlum ég að búa til eitthvað, svo verður inn eitthvað, þetta verður rosalega töff, sko. Allt eitthvað inn eitthvað. Já. Invalid, invisible, já. Bara því ég held að það svona víst þema í þessu, sem mér er gaman að vinna með, þú veist, þessi hluti sem að því ég sko langveik, sem að flokkast sem það að vera fatlaður. Og ég með ósýnilegan sjúkdóm, ég með sjaldgæfan sjúkdóm sem því hann seint fundinn til. Þú veist, það ekki til mikið mann og allir sem eru með þennan sjúkdóm sem ég með eru í raun og veru í tilraunastað sem ég hjá lækninu sínum með hvernig á að trýta hann, sko. Já. Þannig að þú veist, það svona vissir punktar sem hjá manni. En svo náttúrulega bjó ég líka til þarna sýningu í haust sem að snerist sem sagt, hvernig við sjáum einmitt þær vinkonur mínar sem eru mjög augljóslega fatlaðar. Sem sagt, ein blind, ein heyrnarlaus, ein sérst í svona venjulega í hjólastól og hinn liggur út af í hjólastól. Og ég var svolítið að tala, og þar var ég svolítið að fjalla sem sagt þar var ég svolítið að fjalla hvernig við sjáum bara fötlunina og kynnumstaldri manneskjunni og hvernig heimurinn hannaður fyrir alla aðra en þær. Þannig ég bjó til heiminn þeirra og talaði bara þær án fötlunar þeirra svona að vissu leyti. Þótt að það læðist alltaf inn. Og já, þannig að það kom inn í þetta svona, en þess vegna hét það líka, haltur leiði blindan, held ég að ég hafi kallað það. Já. Þetta þú hefur ertu hvenær ferðu að vinna svona myndlistar tengt og gjörningatengt og Sko ég byrjaði ekkert á þessu fyrir en ég byrjaði ekkert á þessu fyrir en einmitt sko á þessum tíma að gera eitthvað svona opinberlega. En ég hef alveg verið, ég svona, þú veist, ég hef alveg tekið þátt í svona, hvað ég segja, ég tók þátt í að setja upp dragkeppni Íslands á tímabili í nokkur ár og hef verið svona, alltaf svona á hliðarlínunni í fullt af svona hlutum. Ég var líka búin að vera að taka þátt í að lesa í spil í Rauða skaldahúsinu eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það hefur svo sem verið líka þar. En það mikið sem að, já, það alls konar í gangi núna sem að bætast við og ég svolítið glöðið mitt að vera að komast svolítið í svona fjölmiðlun með ykkur. Já, þetta gott plattform til að vekja athygli á þessum baráttumálum. Já, það það, algjörlega. Já. Frábært að fá þig, Bára. Nú þurfum við að ljúka þessu, við höfum úrstuttan tíma í dag, en við ætlum einhvern veginn að vera með þætti, reyna að vera með þætti eitthvað til skiptis og svo kannski saman líka. Já, þannig að kannski svona gerum eins og við getum allavega. Já, ég líka svolítið gaman að ég hitta þig bara svona og þá veit fólk hver ég er og maður getur svona eitthvað röflað sjálfan sig og svo ég búin að tala við nokkra sem að mig langar til að hitta sem að eru áhugasamir og svona, þannig að þetta verður gaman. Þetta verður bara gaman. Þannig að við sjáumst bara næst. Við sjáumst bara næst. Þökkum áhorfið. Já, þakka til að sjá þig. Já, sömuleiðis. Segjum það, bye bye.